Ég var að dansa fyrir ykkur það. Það er Jókin. RC var þá. Er það ekki? Flottu þarna. Hæ? Helviti flottu þarna bara. Þú séð svo að fucking vinna með að klára þetta. Nei, það er þetta fullt af refsistugum. Já, það er svolítið. Nei, þið flóttu það ekki fyrst. Ég var einn á 2 fullustuguna og bakkaði og okkar. Já, jú.
57 stig. Páll Skjóldar Jónsson. Við fundum líka eitthvað á rollunni. Í öðru sæti með 1008 stig, Íslandsmeistari 2023. Vitið hver það er? Skúli Kristjánsson. Alveg fyrstu 1040 stig gerði heiðalega tilraun af Íslandsmeistarinu Ingvar Víkingurinn. Þorður stórkostlega og auk þess stæði hann meiriháttina. Svolítið valtur þessi. Tilþrif dagsins. Tilþrif dagsins, þau voru mörg og ég var aðeins gamall og síðan gleymi. En síðasti maður í síðustu braut með geggjað björgun, Geir Evert Grímsson. Og þetta væri þarfið. Það eru tveir af þessum, litla þessa auðvíksmenn. Við erum á svo tekið því að það standi líka. Þeir má nú alveg standa á fyrsta sætinu. Það skiptir ykkur máli þá sem fram á við. Ég heiðra hérna tvo einstaklinga sem hafa kannski lagt mest af verkum við að mynda og filma torfæruna síðustu 100 torfærum. Og hægt að mynda mig og koma upp og taka við verðlaunum. Þú líka. Já, það er ykkur gott til. Það er skemmtilega að því að það verður búin að mynda 100 torfærskennum í röð. Það eru margir hérna sem hafa farið á 100 torfærukeppnir í röð. Andri! Og Andri, þriðji. Takk fyrir mig. Stígaflugurinn ætlar að fá að veita þessum mönnum líka smá viðurkenningar. Þeir eru okkur náttúrulega miklu meira heldur en bara torfæra. Þeir mæta alltaf bara á flesta viðburði sem bílaklúbburinn heldur. En við hófum talningu þarna fyrir 100 keppnum og glímdum alltaf 100 kall á plötu. Villum svo heppilega til að við erum með plötunar hérna. Það eru 100 kallar á hvoru spjaldi og orð til þeirra. Og þakkum við þeim kærlega fyrir sitt, frábæra framlag til sportsins og allra motorsports íþrótta á landinu. Takk fyrir daginn. Sjáumst í kvöld.